Hæ, kæru vinir. Ég sit hérna í smá kósí hugleiðingum og að hlusta á rigninguna. Og ég að spá í einu sem tengist draumum og að eltast við drauma sína. Og ástæðan fyrir að ég held að maður eigi að vera óhræddur við eltast við draumana sína að lífið mun hvort sem alltaf taka á. Það mun alltaf fylgja áskoranir og hösl. Það áskorun að vera manneskja. Og ef það engin áskorun, þá líklegast ekki mikils virði. En vinur minn sagði svo flott daginn sem svona gaf mér innblástur og hann sagði að lífið hvort sem alltaf að fara að vera skeri, þannig að maður getur alveg eins bara hoppað brúninu og farið að lifa því. Og já. En það ógeðslega hrollvekjandi að ég held að ástæðan fyrir að við viljum ekki alltaf svo drauman okkar að við erum hrædd við að mistakast og við erum hrædd við að gera okkur að fífli og þú veist, það vekur alveg ótta hjá okkur öllum held ég. En það vekur samt enn meira ótta hjá mér tilhugsun að ég vakni einn daginn sem gömul kona og fatti bara að ég lifði ekki lífinu til fulls. Það hlýtur að vera ömurlegt. En ég held að mikilvægasti punkturinn í þessu að vinna bara lítið í einu. Þú veist, 10-15 mínútur á dag að vinna í draumunum og vinna að markmiðum og bara halda áfram, bara consistency. Held ég sé miklu mikilvægara en að gera eitthvað rosa mikið í einu. Það eins og ef við viljum byggja vegg, risastóran vegg. Það hljómar eins og rosa erfitt og ómögulegt verk. En ef við færum bara til einn stein á hverjum degi, þá það að fara að gerast, bara smám saman. Þannig að bara halda áfram, consistency. Ekki gefast upp á draumunum, halda áfram. Lítið í einu. Og þú munt sigra heiminn.